Gott kvöld og gleðilegt sumar. Velkomin í þáttinn. Í þætti kvöldsins fáum við Heiðar Lind Hansson í spjall. Heiðar Lind sagnfræðingur og ætlum aðeins að fara með honum yfir ástandið sem nú ríkir og hvernig það mun líta út í framtíðinni, hvernig munu sagnfræðingar framtíðar fjallað með þetta. Við kíktum í sveitina líka. Alltaf gaman að fara þegar sumarið að byrja og kíkja á lömbin og hestana. Það eitthvað sumarlegt í það. Hún Gunnhildur Vala Valsdóttir ætlar að koma hérna og flytja fyrir okkur 2 lög og hún byrjar á laginu Næturljóð úr fjörðum eftir Böðvar Guðmundsson. Yfir í fjörðum allt hljótt, lítur hver bær, hver þekja falli, kroppa þar grasi grænni tóft, gimbillum ljósa sumarnótt, óklifum fjöllum yfir skýrð, inn þar huldu fólksbyggð. Bátur í vör með brostnar á, bíður þar sinna enda loka, lagði hann forðum landi frá, leiðina til þín fjörðin blá. Aldrei mun honum ástin mín áleiðis róið til þín. Fetar þar létt fífusund, fólaldi sem í vor var að lykt. Aldrei ber það áttustund, ástina mína á vinafund. Grær yfir leiðir, grær steig, gröfin týnd og kirkjan brotin, grasrótin mjúka græn og hrein, grær yfir huldu fólksins speig, grær yfir allt sem áður var, ástin mín hvílir nú þar. Það komið að gesti þáttarins. Gestur þáttarins sagnfræðingurinn Heiðar Lind Hansson. Hann skjalavörður á Þjóðskjalasafni Íslands í dag, en kannski betur þekktur borgnesingum sem maðurinn sem ritstýrði Sögu borgarnes sem kom út árið 2017 og auðvitað ættaður hérðan. Heiðar, velkomin. Takk fyrir. Ég langaði svolítið að fá þig til að fara yfir með okkur stöðuna sem við erum í dag, þessi faraldur sem gengur yfir heimsbyggðina og nú í hámarki. Horfa aðeins á þetta með gleraugun sagnfræðingsins sem ég sé að þú mættu með. Aðeins að hvernig verða neðamálsgreinar eða verða kaflar þennan viðburð í framtíðinni? Ég held að það erfitt að segja hefur eftir hvernig menn náttúrulega fyrsta lagi líta á þetta þegar 100-200 ári liðin og þegar komið á svoleiðis langt liðið þá fara menn að skoða þetta í
samhengi við aðrar plágur út í það orð. Og ef við horfum á sko, hvað við segja, mannfall, horfum bara á mannfall á Íslandi í þessari plágu, þá erum við hvað í 10 manns sem hafa látist. Og ef við förum yfir þær plágur sem hafa gengið í Ísland á síðustu 1000 árum, eða bara með Ísland hefur verið byggð, þá talið til dæmis að sem dæmi í Stóru bólu sem var mjög skæð sótt sem geisaði hér í upphafi 18. aldar, 1707, 1709. Það var talið að 1/3 þjóðarinnar hafi dáið, 80.000 manns sem dæmi til að setja þetta í samhengi. Og það eitthvað viðlíka þegar að svartidauði geisaði hérna yfir í upphafi 15. aldar, 1402 til 1404. En aftur á móti, ef við hugsum það svona, hvaða áhrif og þá aðgerðir stjórnvalda víða heim hafa valdið til þess að ná tökum á veirunni, þá erum við að tala frekar stóra hluti. Og við sem lifum núna og flestir sem lifa núna hafa bara ekki upplifað það á sinni lífstíð. Og við erum að tala að, hvað maður að segja, að raskið sem orðið í heiminum sé bara álíka og hefur síðast gerst á stríðstímum, og tala í styrjöldunum. Það tala að samgöngur rofna og það útgöngubann og slíkt sko. Það svona fljótt og litið, þá það ástand sko, það var gerðið síðast í styrjöldunum, það var seinni heimsstyrjöldinni. Svona hot take á það, myndi ég segja. Þannig að út frá því það frekar stórt atriði, hvað okkur snertir í dag sem við lifum í dag. Já, því við búum líka í svolítið öðrum, þú minnist á heimsstyrjöldina, til dæmis tökum seinni heimsstyrjöldina. Þetta var allt annað samfélag, við vorum ekki jafn háð fólks- og vöruflutningum og svona daglegum samskiptum við önnur ríki, kannski eins og í dag, eða hvað heldur við? Jú, að ýmsu leyti sko, við vorum óttalega háð kannski því að fá hluti eins og olíu og kannski kol á þeim tíma líka, náttúrulega opinn af húsum landsins var kynntur með kolum sem dæmi, þannig að menn upplifði það sterkara á þeim tíma, það var svona skömmtun og takmarkar innflutningi. Við kannski upplifum það ekki í dag, það er óhætt að segja það, við getum keypt allar nauðsynjar og við getum fyllt á bílinn og allt það sko. Og við fáum rafmagn og heitt og vatn líka, þú veist, til að geta átt í samskiptum hvort við annað. Þannig að það er náttúrulega kannski ekki alveg, við erum betur sett þannig, en svona, við finnum samt fyrir því að sérstaklega náttúrulega með því að þetta social distancing, ég ekki alveg viss hvað íslenska orðið hefur fessi á þetta. Nei. En við finnum á því að við náttúrulega, hvað maður segja, við lífsgæði okkar hafa takmarkast allavega allnokkuð sko. Þú veist, maður fyrir það rauður dagur og hann ekki eins og rauður dagur venjulega sko, frídagur. Hann bara eins og hinn dagarnir að við erum að hanga heima og ekki hitta fólkið sem við myndum kannski hitta. Þannig já. Þetta kannski, ef maður kallar það félagsskerðingu einhvers konar. Já, félagsskerðingu, það kannski rétt orð, já. En hvaða svona viðburðir, þetta náttúrulega eins og bara að benda, þetta snertir á öllu. Maður svona, það verið aðeins í umræðinu núna svona pólitísk áhrif af svona hlutum. Er mögulegt að það verði einhverjar róttækar breytingar á því sviðinu heldurðu? Já, það getur orðið það. Ég veit nú ekki hvort það verði á Íslandi beint. Mér finnst svona frekar mikil samstaða bæði nú Alþingi, menn deila hvort það sé nóg gert í aðgerðarpökkum og slíkt, en mér sýnist almenn samstaða þær ákvarðanir sem tríóið fræga hefur tekið og eða þau eru sérfræðingarnir í þessu. Þannig að það er ekki eins sama ástandið eins og til dæmis maður sér í Bandaríkjunum sko, það sem stjórnmála forystan sko, það var að tala forseti Bandaríkjanna, hann einhvern veginn sko alveg gjörsamlega stuðar fólk sko í hverjum einasta fundi með alls konar furðulegum kommentum eins og til dæmis þetta nýjasta sambandi við að hvað fyrir sprauta sem er spritt eða eitthvað slíkt, ég var eftir að sjá þetta. Þannig að við kannski sjáum þar til dæmis pólitískar afleiðingar strax í því að hann er ekki endurkjörið út frá því hvernig hann hefur borið sig í þessum aðstæðum. En svo á hinn veginn þá kannski held ég að
svona fljótt á litið að pólitískar afleiðingar hér verði ekki það kannski miklar. Það væri kannski öðruvísi eða væri hérna mjög mikill. Já, það nú reyndar, skal ég segja, ef við myndum upplifa núna það sem ég vildi sagt hafa, ef það væri vöruskortur eitthvað slíkt, þá myndi það kannski strax hafa áhrif, en við hins vegar eftir að bíta úr nálunum með það hversu miklar afleiðingar bara hrunið í ferðaþjónustu mun hafa til lengri tíma og þá fer eftir hvernig það sá geiri mun koma tilbaka þegar ef við gefum okkur það að veiran til í fortíðinni og hérna það hægt að ferðast aftur hvort að fólk muni ferðast í sama mæli eins og áður sko. Og það mun hafa mjög miklar afleiðingar því að við eigum mikið undir þeirri grein eins og staðið í dag. Akkurat. Og þetta kannski, þetta náttúrulega, ég veit þetta flókið verkefni að skoða þetta í sagnfræðilegu ljósi í nútíma og í miðri bólu, en hérna við ætlum aðeins að kíkja á því að það nú að koma sumar og við ætlum aðeins að kíkja á nokkrar skemmtilegar við ætlum að líta á myndir úr Straumfirði, sjá svolítið lömbin og hestana og svona, aðeins að létta lundina. Komum strax aftur. Já, þetta var gott aðeins að ylja sér, minna okkur á það að það komið sumar og ýmsir hlutir ganga sinn varagang þrátt fyrir allt. En við erum með hann Heiðar hjá okkur og við vorum að fara yfir kannski pólitískt og svona fara yfir sviðið, hvernig það mun kannski líti út í framtíðinni. En mér langar svolítið að því ég veit að þú ert sérstakur áhugamaður íþróttir og kannski að ræða þetta ástand út frá svona íþrótta- og menningarlegu sjónarhorni. Það virðist vera, það ennþá verið að segja íþrótta- og menningarfréttir og þó það séu bara fréttir af því hvað ekki að fara að gerast. Þá einhvern veginn þörf fólks til þess að upplifa kappleiki og þetta kemur í ljós að þetta er ekki bara leikur, þetta er mikilvægt. Já, algjörlega. Ég var nú að pæla í hvaða sálfræðilegu skýringar á þessu og það var einhvern tímann þessi Abraham Maslow sem bjóð til svona þarfapíramída, ég held að allir lærum þetta í einhverjum félagsfræði 103 í framhaldsskóla, svona aðeins. Og minnir að einn af þegar menn var búin að fullnægja grunnþörfum sínum, það er að segja að borða og slíkt, þá var þörf fyrir að tilheyra hópi mjög sterk. Og sérstaklega gegnum íþróttirnar þá skipa menn sér í lið og slíkt og það gefur mikið. Og ef við heimfærum þetta núna tölum í íþróttirnar í framhaldinu þá vantar töluvert mikið þegar menn hafa í mörg ár og alist upp við það að fylgjast með íþróttum og fylgjast með sínu liði og svona. Það er mikið tekið frá fólki. Og önnur svona, þú veist, aðra þarfir eru menningarneysla á ýmsan hátt. Þú veist, að kíkja á safn og sýningar, fara í leikhús og horfa á kvikmyndir og annað. Og sumt getum við gert í þessu ástandi og sumt ekki. Og það er kannski dæmi nýsköpunum í þessu, eða hvað menn eru ekki ráðalausir það. Þú veist, þegar að vanta leiki, núna til dæmis í körfinu hefði verið tími úrslitakeppninnar og ég meina í þessa dagana væri enska úrvalsdeildin að fara að klára og slíkt. Það hafa maður ekki bara farið í það að horfa á gamla leiki í úrslitakeppni og slíkt og greina þá og horfa það tilbaka og slíkt til þess að mæta þessu sem dæmi. Þannig að þetta er svolítið undarlegt að því leitinu að fylgjast með íþróttasfréttum að menn bara farin að rifja upp gamla tíma og það virðist einhverju leyti svala þörfinni. Þú veist, ákveðið svona endurlit, hvernig var þessi, var hann jafn góður og þessi leikmaður í dag sem dæmi og fann alls konar vangaveltur. Þannig að já, ég held að þetta tengist þörf okkar. Það er svona djúpri þörf fyrir að tilheyra hópi og svona, já.
Já, og það, sko, að þetta eru stóri viðburðir framundan sem að við tölum bara um ólympíuleikana. Já, það þarf nú ansi mikið til þess að svoleiðis falli niður. Hvernig staðan á því núna? Við sjáum ekki fram á að þeir ná að halda það allavega ekki sumar. Nei, það held ég ekki með síðustu tíðindi. Þeir töluðum alltaf að fresta þessum allavega 1 ár. Já. Og enn sem komið þá finnst mér það ég hugsa að þetta færi fram næsta sumar sko. Það er eitt að fara að láta að taka ákvörðun að halda þetta, þá þurfa að gefa glugga vantarlega fyrir lágmörk og slíkt og íþróttamennir sjálfur eru auðvitað margir heima fastir sko og getur kannski ekki æft af sama kraft og þau gerðu ef þeir haft aðgang á allir aðstöðu. Og aftur sko þar þá erum við með held ég samanburð frá stríðstímum sko þegar svona stóri viðburðir hafa frestast. Og sama gildir það átti að fara fram Evrópumót karla í knattspyrnu í sumar og það frestaðist og ég held að það hafi frestast síðast einmitt á stríðstímum sko þannig að þetta er mikið rask sem þetta hefur í för með sér. Þetta er það. Heldur þú að Liverpool menn fái bikar í ár? Ég vona það. Ég held allir séu sammála að þeir eiga skilið sko, þeir voru alveg búin að vinna mótið. Já. Og voru þetta ekki 10 umferðir? Eru 10 umferðir sem eru eftir í deildinni og þeir þurftu 2 sigrar eitthvað. Ég held að, já, eitthvað svoleiðis. Þannig að það væri alltaf gott bara að gera það. En ég held að fyrir Liverpool menn sko, sérstaklega leikmenn liðsins að fá titilinn með þessum hætti er svona eins og að fá hann ekki af því að þetta er svona ekki alvöru. Nei, þetta er erfitt. Búið að bíða lengi. Já. Herðu Heiðar, þakka að kella fyrir. Við vonum nú að þetta fari nú alltaf komast í svona réttan farveg sem fyrst. En ég bið bara að heilsa suður og við sjáumst einhvern tíma þegar rinkar á bönnum. Sjáum við þið kannski í nesinu. Já, takk fyrir sömuleiðis. Takk fyrir og við ætlum að enda þáttinn á að fá hana Gunnhildi aftur til þess að spila fyrir okkur á píanói þetta skiptið. Það er lagið Þú ert þar sem Memphis Mafían flutti. Við þökkum kærlega fyrir okkur og verið sæl. Stundum gimsteinar í götunni. Þú getur fundið perlur víðast hvar. En það er lítils virði ef að þú ert ekki þar. Ég sé þig í öllu allstaðar. Þú getur fundið tilgang djúpt í tilverunni meiningu og svar. En það er jafnan fánýtt ef ég finn þig ekki þar. Ég sé þig í öllu allstaðar. En þegar ég sönginn minn syng þig, ég sé þig í öllu í kringum mig, í vel flestum ákimum veraldar. Þar ert þú, þú ert þar. Þú getur öðlast hamingju í hjartans neyð og hugguninn á þú ert þar. Þar ert þú.